Já, mér langar sérst aðeins að tala svona hugarheim hakkara og mér langar þá svona aðeins að bera saman af hverju fólk að leiðast út í þetta og hvað það að gera þessa dagana. Ef við berum þetta aðeins saman við það sem var að gerast fyrir svona 10 eða 12 árum, þá var þetta sérst þannig að það voru svona nördar í kjallaranum sem voru að fikta og höfðu gaman að því að skoða kóða og það sem við voru að gera var bara eiginlega að reyna að svona aflast einhverjar svona bara í raun og veru að svala sinni forvitni, kannski fá einhver völd á netinu eða taka yfir einhverju yrkrásir, eitthvað svoleiðis. Það var svona tiltölulega saklaust, en 12 árum síðar þá er þetta búið að slíta baskunum svolítið rosalega. Við erum komið miklu fleiri hakkara og þeir eru farin að gera aðra hluti. Við erum komið með skipulög glæpasamtök sem eru aðilar sem að nýta sér þekkingu þessara hakkara til þess að gera alls konar vonda hluti. Þannig að þetta er einhverju svona bóvar og ræningi sem við ætlum að tala meira um. Og það sem að þessi leikur snýst í dag er ekki lengur fikt, frægð og völd, heldur fyrsta lagi peninga og í öðru lagi völd. Og það er líka alls konar önnur atriði sem að koma hér fram, eins og til dæmis bara það er mikið iðnaðarnjósnir, það eru ríkisstjórnir sem að taka þátt í þessu. Það er orðið svolítið mikið svona stríð á netinu sem við tökum ekki eftir í daglegu lífi, en þetta er eitthvað sem mér finnst að allir hérna eftir að vita af. Það verður svolítið umræða undanferði sem ég er mjög ánægður með. Allavega, ef við skoðum aðeins hvernig hakkara fitt inn í þetta allt saman, hvað er það sem af hverju leiðist þeir út í þetta og hvað er það sem þeir eru nú verið að gera? Þá við skoðum bara hvað haldið þið að öryggishóla í dag sé mikils virði? Bara það að þið finnið galla í, segjum, einhverjum browser eitthvað svoleiðis. En fyrir 2 vikum þá var keppni sem að Google lét einhvern sem fann galla í Chrome browsernum hafa $60,000, 6 milljónir, fyrir einn galla. Og það voru fullt af göllu sem fundust. Og það er áætlað það að ef þið finnið galla í Acrobat Reader eitthvað svoleiðis að þá á svörtu markaði myndi að fá miklu hærra verð, myndi að fá á bilinu $100,000 til $500,000. Þannig getur kannski skilið af hverju fólk leiðist út í þetta. Það er miklu hærri peningar sem getur fengið ólöglega fyrir þetta heldur en löglega. Þannig að finna svona öryggisgalla því bara þeir að skoða kóða eða þá þeir að brjótast inn hjá þessum fyrirtækjum til að sjá source-kóðan að þessum vörum til að geta fundið fleiri öryggishólur og svo framvegis. Og ætli að sé eitthvað lítið til þess að finna, ætli þetta sé ástæðan fyrir svo háa verði sé vegna að það er svona lítið til. Mér sýnist nú bara öll að það sé bara alls ekki. Ef við skoðum bara hérna lista yfir bara það sem að Microsoft er búið að finna og laga á þessu ári í sínum vörum. Hérna sjáðu 2012, þið rýnið rosalega vel á skjáin. Og þetta er allt saman important critical. Þetta er allt saman gallar sem eru þannig og þess eðli að hver sem notar þá getur að komast inn á stóran hluta af tölvum í heiminum. Bara með því að skoða hvernig þetta var gert. Og ég talaði einhverja aðalega hérna hjá Microsoft sem eru þeir sem að fara yfir þetta. Og það sem þeir fóru að gera var að taka öryggisuppfærslurnar og setja saman á svona 1/3 dag í mánuði. Vegna þess að þeir sáu leiðu að gera þetta, þá voru risastór samtök sem voru alltaf að skoða nákvæmlega hvað þeir voru að laga. Sumt af þeim voru gallar sem var ekki vitað og búið til exploit. Þannig að það getur misnotað þetta. Þannig að alltaf núna á 3. dag það er svo rosalega uppfærsla sem gerist. Þannig að þetta er bara orðin rosalegur iðnaður. Það er í raun og veru við tökum þetta aðeins í lengra samhengi og skoða hvað er mikið af öryggishólum sem hafa fundist og hvort þetta sé þannig að þessi í raun og veru jafn mikið og var áður en það er bara ekki þannig það er því miður þannig að hérna eru bara fjöldi öryggisgalla sem er búið að tilkynna þetta er IBM X-Force við erum með svona er raun og veru búin að taka saman allar þessar alvarlegu hólur sem hafa fundist og við sjáum svona frekar scary trend hérna það er þannig að það er orðið svo mikið af hugbúnaði, það er orðið svo mikið af kóða sem er búin til. Þessi kóður er yfirleitt búin til þannig að skiptir meira máli að vera með feature og vera með vera með alls konar featusa heldur það endilega að hann sé öruggur. Þannig að við erum hreinlega með hafsjó af forritum, fólk er alltaf að setja upp ný forrit og í þessum forritum öllu saman eru einhvers staðar öryggishólur og það er fólk sem er með atvinnu af því að finna það. Þannig að það er nóg af IT. Já, nóg af forritum, það er nóg af hólum. Þannig að það er lítur ekkert út fyrir það að við sem eitthvað fara að nálgast eitthvað svona öruggara landskip á tölvum í næstu dagana. Ef við erum með allar þessar öryggishólur, þá er aðeins spurningin, hvað er það sem er virkilega gert þetta? Hvað er það sem að hakkarar taka sér svona fyrir og misnota hérna? Og þá ætla ég að tala um eitthvað sem við nefnt aðeins áðan sem heitir botnet. Hvað eru margir sem þekkja botnet hérna? Það er slatti hérna, ok. Hugmyndin hér er einfaldlega að við erum með fullt af tölvum, bara heimilistölvur og ferðavélar og alls konar tölvur sem þið eru á, kannski borvélarnar ykkar í vinnunni og það eru strengdar saman í einhvers konar stórt net og þið vitið ekkert af þessu.
Þannig við erum með kannski heilan helling og alls konar vélum, það eru alltaf tengda saman á einhvern hátt, það eru til alls konar leið til að tengja það saman og það er einhver nördi, einhver staðar, vantilega í miðausturlöndum eða í Austur-Evrópu sem að stjórnar öllum þessum tölvum óafvitandi. Það er mjög erfitt að finna hvað aðili þetta er, hann fer í gegnum margar mismunandi tölvur og þeir framkvæma alls konar mismunandi árásir og í mismunandi tilgangi og ein árás sem við nefndi hérna áðan var til dæmis Distributed Denial of Service árásir sem er þetta að það er einhver svona glæpon einhver svoleið sem að í mörgum tilfellum tala við einhvers konar fyrirtæki og segir hei, ég ætla að ráðast á fyrirtæki, ég ætla að senda alveg fárlega mikið pökkum á fyrirtæki og borgar ykkur ekki ákveðin pening fyrir einhvern ákveðin tíma og flest af þessum svona transaktionum er eitthvað sem maður heyrir aldrei að því að það er aldrei kært í lögreglu, það kemur aldrei opinberlega fram að því fyrirtæki vil ekki segja frá þessu og ef þú borga ekki þá sendir nördin hakkarinn, hann sendir fyrirspurn á botneti sitt og við erum að tala að botnet er ekki bara einhver svona 10.000 tölvur. Það hefur fundist botnet sem er 12 milljónir tölva aktívar á einhverju tímapunkti og ég fór við svona lista yfir fullt af botnetum, þau eru öll í kringum milljón. Það er alveg rosalega stór hluti á netinu sem er einhvern veginn bara sýktur. Sýn ykkur myndaði eftir. Sendi fyrirspurn á allar þessar tölvur og það er senda saman á sama tíma fyrirspurnir á þennan server sem er kannski hýsandi einhvern vef eitthvað svoleiðis. Það tala til dæmis ég held að sé meiri en helmingurinn á öllum gamblingsíðum á netinu sem það reglulega borga svona samtökum fyrir það að bara einfallega að fá til á netinu, annars eru síðan að tekna niður. Og þá er það þannig að náttúrulega þetta fyrir eitthvað ömulegt fyrir þann aðila sem endir í þessu vegna þess að það er í raun og ekkert sem þú getur gert nema kannski bara borga peningin og það er hluta sem endar með að gerast. Þannig að galdraði peningurinn á milli, þetta átti að vera svona voðalega smúð. Allavega, leið á peningur að borga þá hættir árásin. Og spurningin er, getum við gert eitthvað í þessu? Og þetta er svona eitt af því í öryggi sem svarið er eiginlega nei. Það bara fer eftir í hvað botnetið er stórt. Það er sérst þannig að þegar þú ert að senda svona mikið fyrirspurnum, þá er eiginlega engin leið fyrir alla rátirina sem eru á leiðinni að vita það að þessa fyrirspurni séu einhvers konar falska fyrirspurni. Þetta getur bara hreinlega verið bara, hei, þú veist, ég ætla að fara á heimasíðuna þína. Og þá eru bara, þú veist, allt í einu milljónir mann sem vilja fara heimasíðuna allir í einu og það er ekkert sem að hægt að skoða á leiðinni til að sjá, þetta er eiginlega allt og marga fyrirspurnir, við ætlum að blokka þetta af. Og þóttu þú sért með alveg bestu eldveiki heiminum og fullt af fólki að bregðast við, þá er þetta einfallega þannig þarf að senda marga fyrirspurnir einfallega að þjónustuaðili fer niður, eða landið sem þú ert í getur farið niður. Þetta er það mikið af pökkum. Þannig að það er frekar erfitt að vinna í þessu, en það er eitt sem hefur svona þróast sem er eitthvað til þess að spá í og verður vantilega morgunverða fundur á morgun til þess að tala það eru tölvuský sem og þegar ég tala tölvuský yfirleitt þá tala eitthvað sem er dreift, það er að segja við erum með á mörgum stöðum, við erum með aðeins sem hýstir í mismunandi löndum. Það sem gerist þá er að í staðinn fyrir þú sért kannski með einn server í Íslandi sem þú hýsir allir gögn, þá ertu með það hinn með þessum stöðum í heiminum. Kannski með þetta hýst hjá Amazon eitthvað svoleiðis, þá með þetta 30 stöðum í heiminum. Sem þýðir það að þegar gerðir svona DDoS árás, þá í raun og veru bara er svona 1/30 árásinni á hvern og einn hluta af Amazon. Það er að segja, hún dreifist á allar þessar mismunandi síður og þá er þannig að kúnnarnir geta ennþá komist á síðuna og ennþá gert það sem þeir þurfa. Þannig að þetta er eitthvað sem er að gera ræðum hvernig hægt er að dreifa svona þjónustunni ykkar aðeins yfir heiminn. Þetta er svona þróun sem þetta pæli. Annað sem er gert, það er náttúrulega spam, eins og allir þekkja og elska og það er margir sem spyrja af hverju senda út spamskeyti, þeir eru svo heimskuleg, þú veist, einhver sem borgar þetta? Og svarið já, þeir lifa góðu lífi, þeir sem senda spam, þeir fá cirka 1 milljón á mánuði. Ef þú skoðar hvað þeir senda mörg skeytu, hvað eru mörg þeirra sem að fá okkur svona svar við, þá er það einhvers staðar í 0,000 einhverjum prósentunum. Ef þú tekur bara greinda þessi kurvuna og skoðar hvað hluti af kurvuna er sem er að svara spamskeytun, þá virðist það vera að það er bara nákvæmlega fólk undir IQ 70, það samsvara nákvæmlega því hlutfalli. Þannig að það er eitthvað sem er það er bara einfaldlega það er til fólk sem að svara þessu. Það er bara svarið. Þannig að með spam þá er þetta nákvæmlega saman, þú tekur allar þessar tölvur saman, þú lætur að fara í gegnum annarkvort óörugga postgáttir eða bara senda beint á einhverja þjónustur og fyllir alltaf einhverjum skeytum sem að lofa rosalegum arfi frá einhverjum prins í Nígeríu. Hér þetta heitir WalletDuck botnet sem að Microsoft náði að kæra. Þetta eru bara hluti af þeim hóstum sem voru bara tóku þátt í þessu. Sjáum svolítið rautt á Íslandi, en þetta er eitthvað sem gerist 2009. Þetta er frekar lítið botnet miðað við mörg önnur. Þannig sjáum að þetta er þannig að það er gríðarlegur hluti af tölvunum í netinu sem eru sýktir af alls konar svona óværum og þegar tölvun einhvern hæg þá er ekkert ólíklegt að sé eitthvað svona í gangi. Annað sem er gert sem maður kannski getur þekkja eru svokallaðir clickbots. Það var risastórt botnet sem heit bara clickbot sem að
var fullt af svona tölum og það sem hún gerði var einfaldlega að íta á auglýsingar á netinu. Íta á auglýsingar sem er þannig að einhver aðili fær peninga fyrir að íta það. Eða þá að það ítir á svona Google Ads linka hjá samkeppnisaðilum, sem því að samkeppnisaðilum þarf núna að borga heilan helling af peningum til Google og klára sitt budget. Þannig að það alls konar svona leiði til þess að komast af á netinu, sko. Þannig að, og svo er líka bara beitt þjófnaður, eins og við vorum að tala eins og Landsbankinn var að tala að hvað ef þessar tölvur er að blokka sinni í einkabankan, eða eitthvað svoleiðis. Þá er þess þannig að það bara að fylgjast með yfir með keylogger, taka yfir browserinn þegar viðkomandi er að lokka sig inn og bara einfaldlega millifæra peninga. Og þá bara spurning hvenær þið vilja aðlaga sig að íslensku umhverfi eða stærri bankum og þetta er eitthvað sem er svona ógn sem er stanslaus. Árásirnar sem er verið að gera í dag eru líka orðnar miklu umfangsmeiri. Við erum með þessi botnet en við erum líka með svona aðila sem er að taka þátt í árásum sem er eins og bara út úr science fiction og það er núna eitthvað sem allir þekki núna eru Stuxnet árásinn. Hérna er hann félag okkar frá Íran. Þetta kom fram í Kastljósi. Stuxnet-ormurinn er risastór ormur sem er eitt af flóknustu sem nokkuð tímann komið út og honum tókst að eyða í kringum 20% af skilvindum og öðrum svona snúningsgræjum sem voru í írömskum kjarnorkuverum árið 2010. Og það er komið núna önnur árás sem Duku sem að fólk veit ekki nákvæmlega hvað gerir en það er byggt á sama kóðan, greinlega þetta sömu aðilar á bakvið sem er mjög líklega Ísraels stjórnvöld og Bandaríkjsk stjórnvöld. En þetta var ormur sem að nýtti sér rosalega marga mismunandi tegundir af göllum og það er það sem að gera hann svolítið merkilegin er að hann er svona svolítið það sem koma skal. Við erum með 4 Windows-skalla, það er aldrei skortur af Windows-skallum. En það notaði sem sagt 2 alveg nýja sem eru mikils virði ef við skoðum bara peningalega séð og 2 gamla galla því það er ekki búið uppfærið alls staðar. Það er þannig að galli kemur út að hann mun ennþá virka á alla þá sem er ekki uppfæra þjónustundin sína á netinu. Nota þetta til þess að bara dreifa sér í raun og veru allt og ef hann var ekki á réttu neti þá hætti hann. Ef hann var komin á rétt net þá fór hann að dreifast á USB-lykla, einn af þessu fyrstu ormum sem er dreifa sér almennilega á USB-lyklum. Nota það annan galla í Windows ef við býtir linkskrár. Þannig að það bara fara með USB-lykil inn í vinnustæðin ykkar, þá verður þið kannski að bjóða hættunni heim. Hann náði að falsa skilríki, þar segja hann braust inn á einhverjum stöðum í Tævan og stal SSL skilríkum, þannig hann er ekki beinlínis að nota sér galla í verusanni, hann er samt að nota sér það að SSL er eitthvað sem við treystum eiginlega blindandi. Og svo gerði hann eitt sem er eiginlega merkilegasta við hann notfæri sér galla í innstýningum. Hann tók yfir innstýningu, breytti softwarenu, breytti driverunum sem við erum að nota gagnvart innstýningunum til þess að láta lítið út fyrir ekkert vera gangi og fór svo að snúa skilvindunum allt og hratt, allt og hægt, þangað til að eyðilögðust. Og það innstýningar í dag, ég er búin að tala um einhverja lektor þetta er eitthvað sem hefur aldrei nokkuð tíman það hefur aldrei verið öryggisumræða hjá innstýningum. Þetta er bara eitthvað sem er galopið, þetta er allt saman nettengt, allt saman pluggað inn í Twisted Pair og er bara eitthvað sem við þurfum virkilega að taka í gegn ef við ætlum að ekki að láta taka yfir rafmagn. Það tala til dæmis að rafmagnsárás á Bandaríkin 2003 hafi einmitt verið eitthvað sem var hökkurum að kenna. En þetta er eitthvað sem við munum vantilega sjá meira af og við þurfum að spá í. Önnur umfangsmikil árás var á RSA. Þekkið þessa lykla Secure ID. Það var ráðist inn að RSA, það sendu tölvupústur sem ástóð eitthvað 2011 eitthvað report eitthvað svoleiðis. Og einhverju fór þar inn og það þurfti ekki að opna bréfið, þá var misnotað flashgalli, það er engin skortur af þeim heldur. Þetta er líklega árás sem var upprunnin í Kína þegar fóru aðeins að rýna í þetta. En það sem gerist var að þetta var árás sem var alveg sér stíluð á starfsmann í fyrirtækinu. Þetta var sérst bara, ég held að við meira sér verið þeir notuðu nafnið á viðkomandi og bla 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 bla, það er ekki búið að upplýsa nákvæmlega hvernig árásinn fór fram en þetta var sérst þannig að það þurfti ekki annað en þetta til þess að komast inn á tölvurnar á RSA og þar að leiðandi fá upplýsingar ekki bara alla lykla heldur líka alla kúnnana sem notuðu það. Og í kjölfarið var hakkað inn í Lockheed Martin sem er eitt af þessu stóru vopnafyrirtækjum í Bandaríkjunum og svo örugglega miklu meira sem við munum aldrei heyra um. Það var annað sem heit Operation Aurora þegar Google var hakkað og samt Yahoo, Uniper, Symantec og svo framvegis. Þetta var risastór fyrirtæki, öll sem var hökkuð, öll sem var gerð af einhverju frá yfirtölum sem voru í Kína og upplýsingarna sem voru teknar hafa verið að leita af upplýsingum einhverja ákveðinja kínverska einstaklinga sem og verið að stela source-kóðum sem er eitthvað sem er eitt af því dýrmætasta sem fyrirtæki eiga og eitt af því sem við vendum síst. Þannig að það er fullt í gangi. Þannig að glæpasamtökin eru stóra öflug og það skildi ekki fara hérna milli mála. Þetta er raunveruleg ógn sem við þurfum virkilega að taka alvarlega.
Að efla öryggi, það sem langar að koma framfæri þetta ekki búðavara, þú fer ekki út í búð og kaupir öryggi. Það virkar bara ekki þannig. Þú getur sett upp eldaug, sett upp vírusvörn, sett upp intrusion prevention system og svo framvegis. Þetta leysir ekki vandan. Þetta ekki náttúrulega vandi sem eitthvað svona binary. Þú leysir hann ekki eða leysir hann, skilju. Þetta einhvers konar fall af vinnu eða peningum eða það sem þú leggur í þetta. Það sér stanni eftir sem þú eyðir meiri vinnu í það að gera hlutina þína örugga, þá færðu meira öryggi en það aldrei algjört. Og þetta ekki eitthvað sem að þú gerir einu sinni, þetta ferli. Þannig að þið þurfum bara hreinlega að ákveða fyrir ykkar fyrirtæki hvað þið tilbúin að eyða miklum peningum eða mikilli vinnu í það að fá ákveðu öryggistig. Þá kannski þurfum líka að ákveða hvað öryggistig þurfum að fá og hvað kostar það þá. Og það bara eitthvað sem allir þurfum virkilega að pæli. Þetta ekki svona neitt þarna á milli, þetta kostnaður. Svona leksjurnar sem langaði að draga af svolítið saman hérna, sem bara þessi sem ég var að segja ykkur, ekki falla vinnu, ekki búðvara. Maðurinn var veikasti hlekkurinn. Ég ætla að tala meira þetta, en þetta kom aðeins fram í þessum árásum sem ég var að lýsa, en þetta eitthvað sem verður talað á eftir, það verður talað social engineering, og svo þetta hlutir eins og til dæmis bara það að ég spáði þessi hvernig þið myndu ráðast inn í eitthvað fyrirtæki. Hvað myndu ráðast á? Þið myndu ráðast á starfsfólkið. Þið myndu fara í heimilistörlunum í starfsfólkinu, annarkvort í gegnum wireless eða þeir eru á staðnum, eða þið myndu ráðast á í gegnum BitTorrent eða eitthvað svoleiðis. Til dæmis bara BitTorrent sem að margir starfsmenn taka tölvurnar heim með sér, þannig getur unnið heima, fara BitTorrent, 20% af öllum access gram BitTorrent eru smittar malware og yfirleitt malware sem ekki komið inn í vulnerability database. Það ekkert mál að komast inn þannig. Eða þú veist, við komum til að setja út USB-líkil, kemur með í vinninu og svo framvegis. Maðurinn er oft veikasti hlekkurinn og það sýnir sér líka að social engineering, einhver hringir og biður lykilorð eða svona alls konar svoleiðis pælingar sem við heyrum eftir, eitthvað sem ein einfaldasta leiðin til að komast inn í flest fyrirtæki í dag. Glæpasamtök stóru öflug, komum við inn á þetta og svona útgangspunktur sem að vera með hér í raun og það að við þurfum, það sem ég held að sé mikilvægast til þess að berjast við þetta óöryggi sem við erum með í dag, í raun og við þurfum aðeins að þekkja hvernig við virkum, hvernig fyrirtæki okkar virkar, hvernig við erum að hátta okkar reglum og svo framvegis, en ekki síst erum við að þekkja hvernig óvinurinn virkar. Við þurfum að vita hvað þessi hakkar að gera. Við þurfum að vita í raun og hvað það sem að ráðast á, hvað það sem veikipúnturinn. Þú veist, skiptar rosalega miklu máli sem aðeins öruggari, þú veist, staðal fyrir þráðlausa öryggið okkar, aðeins öruggari dulkóðan eitthvað svoleiðis, þegar það getur bara einhver sest niður og þóst vera aðgangspunktur. Þú veist, við þurfum aðeins að athuga það, við þurfum að eyða púðrinu á rétta staði. Þannig að ég ætla aðeins að auglýsa hérna undir lokin að við erum með kúrs hérna upp í HR sem að byrja núna 23. apríl sem reyndar líka opinn fyrir fólk utan skóla. Þetta verður svona intensífur, bara full day, 15 daga kúrs þar sem við ætlum bara einfaldlega að tala alla þessa tækni. Við ætlum að tala nokkuð hvað það sem tölvur að gefa, hvernig gera það og þar að leiðandi líka hvernig þetta sportna við því. Þannig að með þessu þá langar við bara að þakka fyrir og taka spurningar. Takk.